Við ætlum að halda áfram að skoða núna, búin að ræða aðeins svona hlutina, nú ætlum við að gera eitthvað og svona praktík tengda því. Fyrsta hérna, ég er bara með það opið sem ég var að gera og vinna með í seinasta tíma og það er sem sagt bara, ég er búin að búa hérna til eitthvað index.html og hér er ég búin að setja inn og setja inn þessa grunn HTML beinagrind sem þið getið fengið bara inn á GitHub sem er bara eitt annað dæmi eins og dæmi sem við vorum að sýna ykkur áðan. Nema núna er ég búin að setja bara live server og hugsanlega er ég búin að loka hérna og ég bara, þú veist, hvernig opnaði þetta aftur? Ég man ekki þessa slóð. Þá getum við sem sagt farið hérna, og bara slökkt á servernum. Þá bara slökkum við á honum. Og þá er fínt að sjá hérna, ok, er kveikt á honum. Ok, það er kveikt á honum, þá getur slökkt á honum með því að smella aftur. Ef ég vil opna aftur skrána sem að, þú veist, hún sýndi mér þegar ég gerði hérna go live, þá get ég hægri smelt hér og gert open with live server. Þá kemur líka hérna Command L, Command O, sem er þá eitthvað key shortcut sem ég get nota til þess að opna þetta. Íta þetta, hún kemur hérna og hún opnast í vafra hérna. Og þá ef við skoðum hérna uppi, þá er þetta alveg svona áhugavert og ef þið fóruð yfir námsefni seinustu viku, hvað er þetta og hvað er það að segja okkur? Ok, fyrsta spurning, hvað er þetta? Já, en hvað heitir þetta ef við erum að vera nákvæm? Nei, hvað heitir þetta allt sem heild? Hotlink? Nei, ekki hotlink. URL, já, URL, eða Uniform Resource Locator. Svo getum við farið ennþá dýpra og sagt, þetta er líka hægt að kalla þetta URI, sem er Universal Resource Identifier, en þetta er bæði. Þetta er sem sagt eitthvað sem að gefa mér nákvæma staðsetningu á einhverju skrá á vefnum. Þess að www, World Wide Web, 2x2x2x2. Og hvað er þetta? Þetta er protokollið. Og hvað er þetta? IP-talan er IP-talan rétt og IP-talan á servernum og á localhost. Þannig að localhost er, þú veist eins og ég stendur, local, þetta er ég og host er einhver vél sem er að hosta eitthvað. Þannig að localhost er 127.0.0.1 eða localhost. En til þess að þetta virki, þá þurfum við að vera með uppsett DNS server, sem er Domain Name Server, sem tekur svona heiti og varpar þeim yfir í IP-tölu. Þannig að þess að hi.is, það fyrsta sem að vafrinn gerir er að spurja, er til eitthvað lén sem er hi.is. Síðan, hver er IP-talan á léninu sem hi.is er með skráð og síðan er gerð beiðni þangað til þess að finna. Ok, svo kemur hérna eitthvað tvípunktur og einhver tala. Hvað er þetta? Portið. Portin fyrir vefþjóna er yfirleitt port 80 fyrir HTTP-trafík eða port 443 fyrir HTTPS sem er örugg trafík, það sem það er búið að dulkóða all samskipti. Síðan, ef við tökum allt þetta í burtu, þá endum við með í raun slóðina á þessum vefþjóni og þá er þetta orðin relatív slóð að þetta er mappan F01 og skráin index.html. Og þá kemur það hérna að möppur og skjöl eru tveir ólíkir hlutir og það er mikilvægt að gera greinamun þar á. Þannig nú ætla ég að taka hérna og ég ætla að segja mynd.jpg. Okay. Þetta er ekki mynd, af því að ég bjó bara til tóma skráa sem heitir mynd.jpg. En nú get ég samt sem að fara hér og ég get sagt imgs mynd.jpg og ég fæ ekkert upp að þetta er bara ólögleg mynd. Ef ég endur nefni þetta skjal og segi ég er mynd og ég
bið þá ekki .jpg.html, þá fæ ég þetta hérna. Þá kvarta líka hérna live reload út af því að ég að opna eitthvað þar sem ég hvorki með head eða body tag. Ég ekki með head, svona, né body. Þá getur live reload serverinn ekki virkað. Þannig ef þið hefur séð þessa villu, þá eru því að þið eruð ekki með þetta minnsta HTML sem að þarf til þess að geta birt þetta. En við sjáum samt sem áður að vafrinn gerir sitt allra besta til þess að birta þetta rétt. Þannig að núna erum við með eitthvað hérna, þetta birt í hærri stöfum út af því að það sjálfgefin birting á fyrstu fyrirsögn í vöfrum yfirleitt bara stærra letur og feitletrað. En ef við fyrir núna og gerum inspect, þá sjáum við að vafrinn bjó til HTML, head og body fyrir okkur. Þegar vafrinn þarf alltaf taka það sem við gefum honum og normalisera, færa hann yfir á eitthvað form sem hann getur unnið út frá. Og vafrinn vinnur alltaf út frá HTML formatinu, eða staðlinum. Þannig að það reynir alltaf að varpa því sem við gefum því yfir í HTML sem það skilur til þess að ég að birta það. Ok, þannig að núna þetta klárlega vitlaust HTML. Það vantar hluti þarna til þess að þetta sé vel skilgreint HTML. Þannig að við getum gert tvo hluti. Við getum gert nokkra hluti. Við getum bara munað hvað þetta og skrifa þetta og vonast til þess að við náum þessu rétt og bara haldið áfram þangað til að við höldum þetta sem komið rétt, skila því og vona það besta. Við getum lúslesið staðalinn og farið bara línu fyrir línu í skjalið sem eru mörg 100.000 línur og lært allt áður en við fyrir að gera nokkuð. Virkar ekkert sérstaklega spennandi. Eða við getum notað tól sem búið til út frá þessu staðli til þess nákvæmlega að finna út úr því hvað við erum búin að gera, hvað það sem að vafrinn að reyna að gera og benda okkur á það sem vitlaust. Þannig ég ætla að taka þetta hérna og ég ætla að fara inn á W3C validator, googla það bara hérna, þá það W3C, World Web Consortium, sem hérna þetta óháða félag sem sér að staðla HTML og CSS. Ég get sagt hérna validate by URI, þannig að hérna verið að nota ekki URL, heldur URI. Það bara einhverju nördar sem að gera þetta. Ég get gert file upload, þannig að ég get valið HTML skrá, eða ég get gert direct input, ég get pastað hérna og ég get gert check. Og nú kemur hún með einhverja villur hérna og segir það vantar lang attribute á HTML start tag. En svo segir hún líka, ég sá start tag án þess að hafa séð doctype. Ég bjóst við því að sjá doctype HTML fyrst. Þetta það sem skilgreinir hvaða útgáfu af HTML við erum að nota og eins og ég sagði áðan, vafrarnir reyna að birta bara allt HTML sem hefur verið skrifað. Þannig að við verðum að vera með þetta hérna svo að vafrinn viti, já, ég að fara að birta þessa útgáfu, nútíma útgáfu af HTML, ekki útgáfu frá því árið 1993. Svo segir hérna það vantar head, það vantar title, ég sá endan á skránni, end of file, en það var ennþá open element, af því ég lokaði aldrei þessu H1. Og svo kemur aftur hérna, já, þú lokaðir ekki H1. Þannig að bara með því að gera þetta, þá eru 5 villur sem við bara sjáum. Ok, þetta getur verið mjög leiðigjarnt, og eins og ég talaði með sínum tíma, það getur verið rosalega gott sem forritari að temja sig það að reyna að stytta feedback loopið eins og við getum. Spurning? W3C validator. Ef þú googlar það, þá finnur þetta. En ég ætla að mynda sýningu núna. Við getum farið hérna í extensions og leitað að validator. Og þá fáum við hérna W3C, stækkum þetta, web validator. Installa þessu. Og þá getum við farið hérna. Þá fæ ég hérna niðri W3C validation. Þá getum ég ítt á þetta. Segir að þetta sé valid, sem nú, ok, það svolítið ekki gott. Svona þetta, nú veit ég ekki, sótt ég réttan, validator eða ekki, prófum hérna eitthvað sem augljóslega næstu því rétt.
Ok, það getur bara verið það bilað að það bara gat ekki eins og valdi þetta. Segjum sem svo þá að ég sé komin að þann stað, hérna, ég sé ekki lengur að vinna í þessu hérna bulli, heldur sé ég komin með eitthvað svona sem er eitthvað sem er í áttina því að vera rétt og ég valdi þetta. Þá getur ég farið hérna, trailing slash on void element has no effect and interacts badly with unquoted attribute values. Þá kemur þetta hérna sem villa inn í ritilinn og við sjáum að hérna, með því að fara yfir, finna þetta oft svona squiggly lines þegar þetta eru raun og veru villur en ekki problem eða hérna þetta info, þá þetta svona rautt undir, þá talað að fá red squigglies í editorinn sinn. Og við getum sagt, ok, þetta ekki villa, þetta bara verið að segja mér, þetta gæti valdi vandræðum. Ég gæti þá fjarlægt þetta og vistað, keyrt þetta aftur og þetta valid, hérna, þetta smá ruglandi, svona. Þá getum við farið, kopíað þetta, keyrt það líka hérna og gert check. Þá fáum við grænt hérna, engar villur. En leiðum við búum til einhverja villu, eins og við segjum eitthvað svona, þá fáum við, ég sá H2 lokast, en það var ekki opið. Þá geta villurnar oft á tíðum verið svolítið skrýtnar, að þegar ef þið setur ykkur í fótspor tölvunar sem þarf að segja ykkur þessar villur, þá veit tölvan þegar hún að þátta eða parsa þetta HTML, hún veit ekki hér að það H2. Þegar tölvan lesi þetta bara línu fyrir línu, staf fyrir staf og athugar, ok, byrjar skjalið á því sem ég býst við að byrja á? Já, það þarna, frábært. Ok, næsta lína. Þá getum við verið fullt af einhverjum bilum. Ok, þá getum við bara, hér fullt af bilum, bil skiptir ekki máli. Ok, ég sé hérna eitthvað, opnunartag. Það HTML? Ég að búast við því að sjá það. Ok, frábært, það þar. En hérna ef ég tek þetta í burtu og keyri aftur check, þá kemur warning. Ekki villa, heldur viðvörun. Að vera ekki með lang attribútið á HTML-inu slæmt af nokkrum ástæðum, en aðallega út af því að við erum að nota lesvafra, hlustum á vefinn okkar í staðinn fyrir að horfa á hann, að þá þarfum við að vita á hvað tungumáli viðkomandi lesvél á að lesa hann á. Ef það ekki skilgreint, hvað þá sjálfgefna tungumálið? Það enska því að við erum í svona ensk-senterískum heimi eða það eitthvað annað? Hvernig á að taka afstöðu til þess hvert tungumálið En svo heldur bara áfram og reynir að parsa þetta til þess að geta sagt hvað að. Þess vegna getur verið, hún segir okkur ekki að H1 okkar lokist ekki, hún segir okkur að H2 opnaðist aldrei. Þannig að þetta svona það að byrja að lesa villuskilaboð frá tölvum oft svona, það meika ekki sens fyrir okkur sem manneskjum, af því þær eru svo ótrúlega, þær gera bara nákvæmlega það sem við segjum. Sama muni lendi þegar við fara að fá villur frá compiler þegar þeir að skrifa Java-forrit. Það kemur eitthvað og þið bara, veit ekki eins og hvað ég að byrja, þú veist. Af því þá þetta bara eitthvað villa sem afleidd villa af villunni sem og þið þurfa að rekja ykkur áfram til þess að finna í raun og veru hvað það sem að. Já, þannig að þetta tól hérna, þannig að við gerum þetta sama hérna, ég vista, ég keyri validation, við fáum núna hérna 4 villur og nú komin það margar villur, það getur verið erfitt að sjá í raun hvað það þá getur ég farið hérna upp, gert view, problems og þá fæ ég upp svona checklista eiginlega yfir það hvað að. Unclosed element H1. Þannig þarna verið að keyra þetta í gegnum eitthvað annað. Hún segir hérna, heyrðu, það ekki búið að loka þessu hér. Já, reyndar, nú setti ég ekki H2. Svo segir hún hérna, element P not allowed as child of element H1 in this context. Þetta eins og við sáum á. Vafrinn reynir að birta málsgrein inn í fyrirsögn, en það meikar ekkert sens. Þannig þá verið að segja, samkvæmt staðlinum, það má ekki vera með málsgrein inn í fyrirsögn. Af því það merkingafræðilega
það meikar ekki sens. Og þá getið þið farið, ég ætla ekki að fara að skoða það núna, en þið getið skoðað í námsefninu, þá vísað í staðalinn og þá í raun staðallinn skilgreinir bara alveg nákvæmlega hvað má og hvað má ekki og í hvaða samhengi. En þið, praktískt séð, skrifið bara HTML, keyrið gegnum validator og lagið það sem kemur upp. Og þá eru þið komin vel á veg með það að skrifa rétt HTML, síðan höldum við áfram að vinna í því að nota rétt element í verkefni 2 og bara í gegnum misserið, að bara þú veist hvaða element make sense hérna. Ok, þannig að þá erum við komið þetta hér og við getum farið að skrifa þetta hérna eitthvað rétt. Ok, gerum eitthvað svona, segjum sem svo, ég búinn að skrifa eitthvað rosa mikið og ég ætla að loka þessu hérna aðeins. Ég búinn að gera eitthvað hérna og þú veist, þetta einhvern veginn svona og þú veist, ég með bil hérna og eitthvað og skjalið mitt kannski rétt. Keyri validation, það rétt, en ekki samt eitthvað vitlaust við þetta? Finnst ykkur þetta bara í lagi eða? Þú veist, þetta er rétt, þetta er málfræðilega rétt, en hvað vitlaust við þetta? Erfitt að lesa þetta, já. Og það líka út af því að það eru tveir aðilar, það eru tvö entity sem að lesa hana kóða. Það eru við sem manneskjur sem skrifum þetta og aðrar manneskjur sem að lesa hana kóða og fara yfir hann og gefa ykkur, þú veist, dæmyndum að kenna hannir. Og svo eru það tölvunar. Tölvunni slett sama hvort þetta sé svona eða bara, þú veist, eitthvað svona. Skiptir ekki máli svo lengi sem þetta er málfræðilega rétt, syntactically correct. Við hins vegar, ég fæ bara tremmaði að sjá þetta. Þetta er náttúrulega bara hrikalegt að horfa á þetta og þú veist, það er ójafnvægið í þessu. Það er erfitt að skilja hvað er í gangi. Er þetta hérna og þetta hérna element, eru það systkina element. Þannig að ef við tökum aðeins stærra dæmi hérna bara úr dæmunum sem eru hérna. Þannig að við förum hérna í kafla og svæða element og þá sjáum við hérna, við erum með eitthvað svona. Ég ætla að fara bara að búa til nýtt dæmi. Svona. Ég ætla að fara tilbaka hérna og ná úr næsta hérna sem eru töflur. Þannig hérna erum við með töflur sem við ætlum að vinna með í verkefni 2. Þetta er byrjað töflugögn og ég ætla að segja að það er að vera nýtt article hér sem einhver tafla. Ok, flott. Og nú ætla ég að open with live server. Ok, þá fá okkur hérna. Lítur bara fínt út. Og ég ætla að keyra þetta í gegn. Ok. Það er einhverja villur. Hvað er að trufla þig? Ok, það er einhverja villur. Við förum yfir þetta. Förum hérna í problems. Stray doctype. Ég veit ekki alveg hvað þú ert að segja við mig núna. Ég farin að halda ef ég seti vitlu sem validator því að þetta er eitthvað, ok, segjum sem svo, það er eitthvað að. Ritillinn minn er komið í eitthvað köku. Ég get farið hérna í bara file og bara quit. Og ég get bara byrjað upp á nýtt. Það er oft gott þegar maður er í einhverju vandræðum, bara slökka hlutunum og kveikja þeim aftur. Ég get líka farið hérna í View Command Palette og gert Reload Window. Ég get byrjað að skrifa hérna, Reload Window. Og það endurhliður bæði hérna ritlinum og öllum extensionum. Þá get ég prófað aftur. Ok, þetta er eitthvað skrítið. Hún gæti viljað mig vera með doctype svona. Ok, það var það sem var að valda þarna.
þetta tæknilega sé ekki vitlaust, ok, þá segir hún hérna eitthvað info og segir article lacking heading. Þá segir staðallinn, þegar þú ert með svona sectioning element, þá mjög gott að hafa fyrirsögn. Þá ætla ég að segja hérna H2, tabla, bara, ok. Keyrum þetta aftur og þetta valid, ok. Þá getur komið að punktunum sem ég var með, sem ef ég zooma þetta aðeins út hérna, og sjá að við erum komin hérna með næstu 80 línur á HTML-i. Þetta alveg slatti af einhverju og ef að ég núna með eitthvað ójafnvægi í því hvernig hlutirnir eru settir upp hérna, þá verður alltaf erfiðara og erfiðara fyrir mig að vinna með stærri og stærri skjöl. Þannig að það auðvelt fyrir mig að sjá 4 línur og skilja hérna, já ok, það eitthvað auka bil, ekkert mál. Ég sé alveg hvað í gangi. En þegar ég þarf að fara að sjá hérna, hér skiptir máli hvað tablan opnast og hvað hún lokast. En ef það er ójafnvægi þessu svona og ég er að horfa á þetta hérna, þá er líklega að ég gerir villur sem valdi því að skjalið mitt verði semantískt, syntaktically vittlaust og ég þurfi að eyða lengri tíma í að gera þetta. Þannig að það getur verið kostur að vera með tól sem aðlagar inndráttinn, indentation, sem er þetta hérna sem ég er að gera núna. Núna er þetta meira indented, nú er þetta minna indented. Að vera með tól sem bara lagar þetta fyrir okkur. Það er annað extension sem heitir Prettier. En ég get leitað að því hérna. Code formatter, installa honum. Ok. Opinionated code formatter. Þannig að við fáum hennan formatter á kóðan okkar og hann hefur skoðanir á því hvað er gott format og hvað ekki. Ok. Allt gott og blessað. Núna bættist við hérna niðri Prettier. Og það gerir ekki neitt nema bara segja mér, hann er í gangi. Þannig að núna, ef ég ætla að biðja Prettier að formata kóðan minn, að þá þarf ég aftur að fara hérna í command palettið, gera Prettier, það er ekki neitt, ég þarf að gera format document. Svo hvað gerist. Hún bara lagaði inndráttinn í það sem er rétt samkvæmt Prettier. Úr þessu í þetta. Er þetta ekki rólegri og læsilegri og ekki svona ró yfir mann að sjá þetta. Og þá, ef að ég hefði óvart verið með eitthvað hérna og nú ætla ég að nota shortcutið sem er Command-Shift-P á Mac. Það er held ég Alt-Shift-P á Windows. Ég segi Format Document. Þá verður Prettier hérna niðri rauður. Af hverju verður þetta rautt? Hvað segir þið? Já, en hvað er að? Já. En Prettier virkar á þeim forsendum að kóðin sem er verið að fara að formata sé málfræðilega réttur. Nú er hann ekki málfræðilega réttur, þannig að tölvan sem er búið að forrita, eða forritið, Prettier sem er búið að forrita til þess að laga kóðan, getur ekki keyrt út af því að forritið kóðin sem á að vera að fara að laga er ekki málfræðilega réttur, þannig að þá eru forsendubrestur út af því að til þess að geta formatað þetta, þá verður þetta að vera rétt. Skil ekki hvað er að fara. Þannig að þess vegna verð ég fyrst að sjá hérna, ok, W3C validator, það er villa í þessu, ég laga villuna. Ok, það er engin villa. Nú er þetta eitthvað fyrir einhverja köku hérna. Nú er þetta í lagi. Og nú keyri ég aftur format document og nú keyri hann. Nú er ekki lengur villa hérna niðri. Þannig að þetta helst í hendur. Að vera með rétt skjal og að geta keyrt tól sem að aðlaga og laga kóðan okkar. Þið þurfið ekkert að nota þetta, en að vera forritari er stundum að vera leyfa letinni að ráða för. Og ég get alveg farið og bara eitthvað, ætla að nostra við þetta hérna, passa upp á allt passi. Passa upp á bilin mín séu í réttu jafnvægi. Eða, ég get eytt tímanum í eitthvað sem er kannski aðeins meira svona virði.
og látið tölvurnar bara sjá það. Þannig að þið sparið ykkur tíma með því að nota bara þessi tól til þess að byrja með og læra á þau. En aftur, þarf ekki, en mun spara ykkur tíma. Ok, einhverjar spurningar? Já? Ég veit hvað með SIP-skjalinu? Já, ég veit fá SIP-skjalið fyrir inn í Canvas og svo setur athugasemd með skilunum. Já. Af því það er ekki hægt að setja bæði í skilunum. En ok, þannig að þá núna, ef þið setið validatorinn sem að þið þurfið ekki að gera fyrir verkefni 1. Verkefni 1 er eiginlega bara nákvæmlega sem við vorum að gera í seinasta tíma. Hérna, við getum lagað þetta, búm. Setja upp þessar 2 síður, tengja þær á milli, setja mynd hérna og tengja hana hérna á þessari síðu hér. Það er eina sem þið þurfum að gera til þess að klára verkefni 1. En svo verkefni 2, þá þurfið þið að hugsa það að vera með löglegt HTML-skjal og þá getið þið sett upp W3C validatorinn. Svo þurfið þið líka að skila því þannig að það sé snyrtilega uppsett, þá getið þið nota Prettier og ef bæði gildir þá þið bara góð. Ef bara Prettier formatar á W3C validatorinn segir ekki neitt, þá þið með rétt HTML, en þá þurfið þið samt að hafa hugsað eins út í hvaða element eru við að nota og eru þau að make a sense í því samhengi sem við erum að gera þetta í. Síðan er eitt í viðbót sem við þurfum að hugsa og það er aðgengi. Það er líka parturinn af námsefni vikunar, eru aðgengismál. En aðgengismál eru þetta, hvernig get ég sem vefforritari búið til vefi sem ekki eingöngu er hægt að horfa á með augunum og lesa, heldur líka neyta á einhvern annan máta sem er þá yfirleitt að nota einhverja svona lesvélar. Og þá getur það verið til dæmis eins og að nota hérna VoiceOver á Mac, þar sem að ég get kveikt það í svona. Voice audio mission control button. You are currently on a button. To press this button, double tap anywhere on the touch bar. Og ég get farið hérna og ég get sagt K-A-in capital O yes. Nei, veitu. Find menu 81 items. Find control option F. Find next auto webs. Find next block quote. Control option command Q. Loka augunum og ef ég kynni almennilega á þetta, ég gleymi alltaf svona cirka hvernig þetta virkar. You are currently on a banner inside web content. Link after a acute 4C Latin small letter F-U navigation. You are currently on a link. To click this link, press control option space. Þarna las sem sagt enski talgervillinn sem að fylgir með MacOS íslensku sem after a 4C af því að hann er gerður til þess að lesa ensku en ég get hérna farið yfir og tappa mig í gegn after a acute 4C Latin small letter F-U og navigation. Ég slökka á þessu. You are currently on a link. F5 button. VoiceOver off. En þetta er eitt tól sem er hægt að nota til þess að hlusta á vefi. Það eru mörg önnur. Það er hægt að nota líka VoiceOver í símum. Það er hægt að nota TalkBack í Android í símum. Það er hægt að nota JAWS í Windows og það er hægt að nota aðra önnur svona tól. En það er líka hægt að nota bara önnur tæki til þess að eiga við. Til dæmis svo hérna að nota tab til þess að fara í gegnum. Það er fólk sem nota bara ekki mís af því það bara getur það ekki út af því að það er með einhvern hristing eða eitthvað í útlimunum og getur ekki notað. Eða þá að það getur ekki notað hendur og notar höfuðið og er með eitthvað tæki fest við höfuðið sem að leyfir því að horfa á og fókusa á einhvern ákveðin punkt til þess að framkvæma einhverja aðgerðir. Þannig ef ég er hérna og ég horfi á þennan punkt í lengur en í 3 sekúndur, þá er það að smella á takka. Eða hérna halda þið niðri, ef ég tylli höfðinu niður og þá er ég að skrolla niður vefinn. Það eru ýmis önnur tæki sem eru notuð en bara lyklaborð og mús til þess að nota vefi. Og það er þess að aðgengismál er það að hugsa, ok, hvernig þegar við kunnum málfræðina sem tengist HTML og við kunnum að skrifa eitthvað snyrstilegan kóða, en hvernig þá með réttri málfræði, hvernig get ég þá gert hlutina líka betri til þess að uppfylla þessi grunn aðgengismál sem eru. Það er mjög flókið að vera mjög góður í að gera svona aðgengismál
og það mjög verðt af því að það er ekki mörg sem að leggja í það að læra það. En það eru nokkrir hluti sem við getum gert. Og það þá helst að passa upp á það þegar við setjum inn myndir, að við setjum inn allt texta á myndir. Þannig að þegar að einhver sem sér myndina og við erum með texta sem segir eins og augljóslega sést á þessari mynd þetta ekki flókið. Og svo bara einhver mynd sem að ef það ekki lýst hvað á myndinni og ég sé hann ekki, þá missi ég alveg samhengi og ég veit ekki hvað gangi. Allt textinn þá eitthvað sem lesið í staðinn. Allt texti, alternative texti. Síðan getum við hugsað það að geta notað svona, sem sagt, ef við fer hérna inn á hi.is og ég nota ekki mús. Ég get farið hérna og ég sé í raun hvar, ég nota músuna til að benda ykkur á það hérna, hvar ég staðsettur svo ég geti nota vefinn. Hérna, gott aðgengi. Ekki allir vefir eru þannig að ef ég fer yfir á svona megamenu eða valmynd sem opnast yfir í aðra valmynd, að ég geti þá byrjað að nota tab-lykilinn til að fara í gegnum þetta. Ok, svo ég escape, ok, það virkar ekki. Það ætti hugsanlega að virka því að escape eðlileg leið til að loka svona hlutum. En, ok, fínt, ég get hérna farið í gegnum þetta allt saman, og í gegnum þetta hér, og þá ætlum við hérna. Þetta rosalega mikið af efni sem ég þarf að fara í gegnum, tabba mig í gegnum, til þess að loksins að komast í hvað fyrsta sem við getum sagt vera meginmál síðunnar. Allt hérna, jú, ok, þetta mætti hugsanlega túlka sem meginmál, en það kemur eftir valmyndinni. Þannig ætti hérna að vera eitthvað svona hoppa beint í efnitakki, þar sem ég að tabba og ég held bara að hérna byrja ég að tabba inn á GitHub, þá kemur skip to content. Ég get haldið áfram að tabba en þá fer ég í gegnum allt þetta, þessa lýsi, þessa valmynd og allt þetta sem ekki efni. Þetta valmyndi sem leyfir mér að komast í alls konar efni, en hugsanlega vill ég bara komast í efnið. Fer ég skip to content, íta á enter og þá ég byrjað að tabba í gegnum raun efnið sem að ég inn á. Við hoppuðum yfir allt þetta hérna fyrir ofan, sem hefði getað verið kannski 60 tabbar, bara til að komast í efnið sem ég að fara inn á. Og hérna, aftur, hér mikið hugsað aðgengi, af því að það í dag ekkert mál að vera forritari þó maður sé blindur eða get ekki nota mús eða get ekki nota lyklaborð, af því að það til svo mikið af svona aðstoðartækjum sem hjálpa okkur við það, en það þýðir samt ekki að við sleppum sem forritarar, af því að við þurfum líka að hugsa það að gera hlutin okkar aðgengilega. Þannig hérna, bak við GitHub, mikil vinna að passa upp á þetta sé allt saman aðgengilegt. Þannig að í verkefni 2 ætlum við að taka svona grunnskref af þessu. Við ætlum að passa upp á að við erum með myndir, við ætlum að setja inn allt texta, við ætlum að hafa svona hoppa í efni-link og þegar við setjum upp form og þegar við setjum upp töflur, þá ætlum við líka að passa upp á ákveðna hluti þar. En það aðeins erfiðara að vita alla reglurnar þar, en við ætlum aftur að nota einhver tól sem að hjálpa okkur. Það seinasta tóli sem við ætlum að setja upp í dag. Það aðeins öðruvísi, en það heitir sem sagt Axe og frá fyrirtæki sem heitir DQ og svona að flestum tali vera svona besta aðgengisprófunartólið. En aftur, þetta bara tól, eins og nota Prettier eða Validatorinn. Þetta bara segir okkur ákveðið mikið út frá einhverju sem einhverju búin að forrita. Þetta þýðir ekki, öll aðgengileg vefsvæði eru líklegast með gott skor í Axe, en öll vefsvæði sem eru með gott skor í Axe eru aðgengileg, af því að það ekki verið að prófa allt. Þá getum við sett upp sem sagt hérna með ókeypis Axe DevTools Browser Extension. Þannig að fyrir ykkar vafra, segjum svo bara fyrir Firefox, Axe Extension og við fáum hérna Axe DevTools Web Accessibility Testing. Ég fer hérna, ég ekki að nota Firefox, en hér ég að nota Firefox og þá sæki ég það og ég fæ hérna undir DevTools, þannig að við lokum svo alveg aftur.
förum hérna svona. Ég með þetta uppsett, annars fengi ég hérna install, ít á install, eitthvað gerist. Svo ger ég hérna inspect, ég fer í Axe DevTools og ég keyri full page scan. Ok? Organizational policies restrict extensions from running this URL. Þannig að þú mátt ekki keyra extensions á extensions búðina hjá Firefox. Gæti alveg verið ástæða fyrir því, ok. En ef við förum inn á hi.is aftur, spurning? Nei, það ekki tól sem við setjum upp í Visual Studio Code af því að það þarf að keyra í samhengi við vafran. Af því að það sem að við, eða ég veit ekki, það gæti nú alveg verið að sé einhver. Já, þá það með svona accessibility linter og þá horfir þetta á, þetta og segir þú ert núna að skrifa HTML sem þekkt að þetta eins og þú skrifa það veldur vandræðum. Þú ættir kannski að hugsa að skrifa það svona í staðinn, sem réttara. Þannig að þið getur gert bæði. Og þetta einmitt hérna fyrir React, sem svona forritasafn ofan á HTML, CSS og JavaScript, sem mjög auðvelt stundum að gera svona ákveðnar accessibility villur. En ég ætlaði bara að sýna ykkur hérna, þannig að við nú fyrir aftur hérna á hi.is og ég keyri full page scan. Og þá fæ ég hérna required ARIA attributes must be provided. Það aðeins farið yfir hvað ARIA í námsefninu. Það eru svona auka attributes sem við setjum á ákveðin element til þess að gefa þeim auka upplýsingar. Til dæmis, ég með hérna og þegar ég opna þetta, hérna, þá get ég vilja segja að núna valmynd opin. Það eitthvað opið hérna yfir efninu. Þá getum við nota ARIA til þess að segja þessar upplýsingar. Og hérna segir hún eitthvað alveg ákveðið, þetta ekki eitthvað sem þið munu lendi í verkefnum sem þið þurfa að gera. Hérna kemur hún með elements must meet minimum color contrast ratio thresholds, sem að þið hefur kannski, ef þið hafið lesið til dæmis mjög gott dæmi, ef þið hafið keyrt Sæbrautina núna fram hjá Hörpu, harpaði með auglýsingu það að væri opið hús hjá sér á menningarnótt, nema að þetta var fjólublár bakgrunnur og svo ljós fjólublár texti. Þannig að maður svona gat varla lesið að því að hérna kontrastið, íslenska orðið kontrastið, var svo lítið á milli. Það var svo lítill munur á textanum á bakgrunnum. Sama gildir á vefnum. Ef að þessi hérna texti væri föl hvítur, þá væri mjög erfitt fyrir mig að sjá það. Einhverjum hönnuði geti þótt að mjög töff eða aesthetically pleasing, en aðgengilega séð væri það að klikka. Af því að það bara skilgreint að það verður að vera 2,88 contrast ratio, hlutfallið á milli bakgrunnlits og textalits. Svo gæti verið að þetta sé eitthvað sem ekki í raun og veru villa. Þannig að við getum farið hérna, scroll into view, við getum séð þetta hérna. Jú, sjáum hérna. Hér í raun mjög lítið kontrast á milli. Þannig að ef ég væri sjóndapur, að þá gæti ég hugsanlega þurft að stækka svolítið mikið til þess að geta séð bara hvað stendur hérna. Þannig að það aðgengilegt? Nei. Ef við bætum þetta, erum við þá ekki hugsanlega að bæta vefinn, þannig að allir muni geta notað þeim betur. En, tökum pásu, komum svo aftur og skoðum verkefni 2.